Borgarmyndun er mjög mikil í Suður-Ameríku. Fólk flytur til borganna og hefur ekki alltaf svo gott þegar það kemur þangað. Það býr við vond kjör í fátækrahverfum. Þar eru hvorki vatn eða skorpræsi né rafmagn oft á tíðum og því bágar aðstæður, og við sjáum hér myndir úr svona fátækrahverfum sem eru kallaður favelas í Suður-Ameríku, þar sem að húsunum er hrúgað upp og það eru varla hægt að komast. Það eru varla skipulagðar götur hérna og mörg húsin eru bara hreysi. Sjúkdómar eru algengir og niðurgangur, hvort sem þið trúið því eða ekki, það er ein algengasta dánarorsök í þróunarlöndunum, í löndum eins og víða í Suður-Ameríku. Og 90% af öllum börnum sem deyja við svona aðstæður og í fátækum hlutum Afríku, Asíu og Suður-Ameríku. En lífið í Suður-Ameríku er ekki bara eintómt volæði. Þeir hafa mikinn áhuga á fótbolta og fótbolti skiptir marga Suður-Ameríkumenn mjög miklu máli. Sérstaklega skiptir það máli í Brasilíu kannski, enda brassar bestu fótboltamenn í heimi. Hér er frímerki þar sem er mynd af því þegar að Pelé, sem oft hefur verið kallaður og nefndur besti fótboltamaður í heimi, fagnar 1000. markinu sínu, en hann var 3 sinnum heimsmeistari, það hefur enginn annar gert. Fyrst þegar hann var 17 ára, hann skoraði 1281 mark í 1363 leikjum, allt með talið, deildarleikir og landsleikir, og hér er hann í trúlega besta landsliði allra tíma, brasilíska landsliðinu 1970. Nú hér sjáum við 2 argentíska fótboltamenn, Messi sem að sumir halda að sé einn besti fótboltamaður sem hefur verið uppi, en aðrir segja að hann komi aldrei til með að verða það, því að besti argentíski fótboltamaður sé Maradona, sem var 2 sinnum heimsmeistari. Og það er fleira sem við skoðum hérna. Við skoðum tango, dansinn tango, þar sem að, en hann er svona dæmi um það sem verður til þegar að menningarstraumar mætast. Tangoinn er hluti af menningu sem að tilheyrir Evrópu og Afríku. Afrískir þrælar komu til Suður-Ameríku eins og til Norður-Ameríku og þeir komu með takta og ýmislegt sem að bráðnaði saman í tangoinn í Buenos Aires í Argentínu og breytist síðan út allan heim. Nú, eins og við höfum talað er Suður-Ameríka eða Rómanska Ameríka kaþólsk, og þegar að við höldum upp á, þegar við byrjum lönguföstu með því að borða yfir okkur af saltkjöt og baunum og skemmtum okkur öskudaginn, að þá halda þeir í Brasilíu, í Rio de Janeiro, kjötkveðjuhátíð í 6 daga, þar sem að öll borgin er umdelögð af svona skemmtiatriðum, eins og við sjáum hérna, fólk fer út á götur með alls konar fínerí og dansar salsa eða sömbu, enda tengist það samba boltanum sem að Suður-Ameríkumenn spila í fótbolta. Að lokum þá ætlum við að kíkja örlítið hér á Inkana sem að réðu ríkjum í Andesfjöllum í Perú og Bolívíu frá 1438 cirka til 1532, þegar Spánverjar eyddu menningu þeirra. Inkarnir áttu mjög stífa og sterka menningu þarna, þar sem öllu var stjórnað með harðri hendi af Inkanum, þeirra æðsta manni. Þeir ástunduðu mjög grimmileg trúarbrögð, þeir fórnuðu dýrum og mat og dæmi um það að þeir hafi fórnað börnum til þess að blíðka guðina. Þeir voru ríkir, áttu mikið gull og það frestaði Spánverja þegar þeir komu þangað. Og þegar að Spánverjar komu til Suður-Ameríku eða til
til Perú að þá var allt í kalda koli hjá Inkonum. Það voru innanlands átök og það voru sjúkdómar sem herjuðu sem að Evrópumenn höfðu komið með því að þegar að, hvað ég var að segja, þegar að menn komu frá Evrópu til Suður-Ameríku þá fengu menn sjúkdóma sem drógu til dauða, bara til dæmis eins og mislingar voru þessu fólki mjög skeinuhættir. Nú það má kannski segja að Suður-Ameríkumenn hafi líka hefnt sín á Evrópumönnum því að sjúkdómar eins og sárasótt eða sífilis ættuð frá Suður-Ameríku og hún fór tilbaka og herjaði á Evrópumenn. Nú, gullið freistaði Evrópumannana og þeir réðust hérna inn og Inkarnir, þeir þekktu ekki einu sinni hjóli, þeir voru ekki mjög tæknivæddir þó að þeir hafi getað byggt svona fallegar byggingar eins og Machu Picchu þorpið eða bærinn sem týndist í 400 ár og núna til og ein helsta túristabeita í Perú. Nú, þessi menningun leiði undir lok 1532 þegar Spánverjarnir eyddu borginni og hirtu allt gullið af þeim. Og þetta kannski dæmi það hvað gerist þegar að Evrópumenn réðust til Ameríku, þá drápu þeir flest það sem fyrir var af þeirri menningu sem var indíánamenningunni sem við köllum. Hún að vísu ennþá til en hún ekki ástundun nema bara þar sem að evrópska menningin hefur ekki náð fótfestum svona upp til fjalla og inn til sveita og mál íbúana sem áttu heima í Suður-Ameríku áður en að Evrópumenn komu, þau eru óðum að hverfa. Þannig að nú skuluð þið kíkja á verkefnin sem þessu fylgir og það væri gaman að sjá verkefni minkana frá einhverju ykkar. Gangi ykkur vel.